gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Jæja, við ætlum að fara út á sjó. Hingað er kominn Kjartan Sveinsson, formaður félags strandsveiðimanna. Það akkurat ekki út á sjó? Það er bræla. Jæja. Bræla í gær og bræla í dag, en ég komst út á sjó á mánudag og þriðjudag og bara gekk vel. Það var svona, veðrið var svona ekki alveg upp á það besta, en maður náði svona aðeins að smá glugga þarna til þess að... Hvaðan eru þau? Ég er að róa frá Grundarfirði. Já, Breiðafirði. Það er á Breiðafirði. Sem er fullur af fiski? Já, svo virðist vera. Svo virðist vera. Við áttum ekki í erfiðleikum en á skammtinum á þessum 2 dögum, sko. Já. Það hefur verið stundum talað um það hér að það væri oflítið veitt og þess vegna væri fiskurinn að horast. Þú er ekki orðið við það. Það var ekki svona horaður. Jú, hann er alveg horaður, sko. En ég er engin sérstakur fiskifræðingur. Ég er félagsfræðingur, þannig að ég veit meira svona pólitíkina og svona félagslega hluta fiskveiðistjórnunar kerfisins og ég læt fiskifræðinga alveg um það að tala um þau mál, sko. En hérna, jú, það eru ansi sterk rök fyrir því að það sé kannski svolítil vanveiði á þorski sérstaklega, að það sé mikið af sjálfáti og hérna sjáum það alveg að það gubbast út þorskur úr minni þorskar úr stærri þorskum, sko. En ég er ekki maður. Nei, það er ekki að ályktanir af þessu. Nei. Þú sagðir að þú værir félagsfræðingur, þú ert doktor í félagsfræði. Já. Býrð í Englandi? Já, ég er svona með annan fótinn þar og hérna, ég svissa svona svolítið á milli, sko. Má ég spyrja það, af hverju ert ekki að starfa í félagsfræði, af hverju ertu sjómaður? Það bara rann upp fyrir mig ljós einn daginn að ef ég ætlaði að leggja það fyrir mér að vera félagsfræðingur. Ég byrjaði mannfræðinni og færðist inn í félagsfræðina og ég var með eitthvað svona hugmyndum að vera, þú veist, með svona crazy grátt hár að bókum og fara bara alltaf á vettvang og taka viðtöl og eitthvað svoleiðis og svo er þetta bara allt skrifstofuvinna. Og 99% skrifstofuvinna og það rann upp fyrir mig ljós að ég var að fara að eyða starfsævinni inn á skrifstofu raman Excel-skjal og ég fríkaði bara út og keypti mig trillu og svissaði alveg um. Þannig að þú ferð út á sjó þér til sálarhylla, ekki bara til að ná í pening. Nei, þetta er... Og hvað er þetta hérna fyrir þá sem ekki hafa reynt? Hvað er það að vera einn á trillu ykkur stöður út á sjó? Það er, sko, maður þarf að vera svolítið náttúrubarn til þess að hérna meika þetta. Maður er bara einn úti með náttúrunni og það sem heillar mig mest við þetta og ég er bara náttúrubarn, mér líður best í náttúrunni. Og það sem að heillar mig við þetta er að þegar ég er á sjó og ég er að veiða, að þá hætti ég einhvern veginn að vera áhorfandi að náttúrunni og verð bara, finnst manni bara hluti af henni. Vegna þess að maður er svo mikið að lesa í umhverfið og maður notar fugla og maður pælir í sjávarföllum og vind og öllu slíku. Og það er bara í þessu augnabliki? Maður er bara í þessu augnabliki og hérna það er ein vinkona mín sem gerir út frá Rifi, Dóra Unnars, og hún segir alltaf að þetta er bara eins og að vinna við það að vera í núvitund. Og þetta er bara svolítið þannig og ég get til dæmis sagt þér bara hvernig þetta var á þriðjudaginn, að þá er ég svona lok dags og átti ekki mikið eftir til að ná skammtinum en sé þarna eitthvað svona súlukast, eitthvað súluger og það er að stinga sér niður og maður pælir alltaf í því, sko, ef það er fugla farin og nýja þá er lítill fiskur og ef það er lítill fiskur þá kemur stór fiskur. Þannig ég renni í það. Svo sé ég bara þegar ég er að sigla í áttina að þessu að það kom þarna upp nokkrar hnísur sem ég hélt. Þú ætla líka í fiskinn? Já, sem er líka í fiskinum, sko.
Og svo sé ég það að hnísan er með hvítan blett á bakkinu og þá fatta ég að þetta er nú ekki aldeilis hnísur, heldur er þetta háhyrningskálfar og svo kemur pappin upp og það fer ekkert á milli mála sko, hvaða dýr það er. Þannig að þessi bakuggi á kalldýrinu er náttúrulega 2 metra á hæð sko, stærri en ég og þú. Og það er alveg ótrúlega tilkomumikil sjón og þarna var ég í svona 2 klukkutíma bara að kippa, bara að láta reka fram hjá þessu geri. Og þeir voru þarna í 2 klukkutíma við hliðina á mér, ég hef bara aldrei upplifað annað eins og þetta var stórkostlegt. Og svo var að finna við að sko, svo kom ég í land og var að segja öðrum skipstjóra þarna frá þessu og þá sagði hann mér hvað háhyrningarnir voru að gera þarna. Þeir voru sko í síldatorfu og þetta vissi ég ekki fyrir hann sagði mér það, að þeir voru í síldatorfu og það sem að háhyrningar gera er að þeir býta bara, þeir vilja ekki hausinn. Þannig þeir býta bara búkina af og spýta hausnum út. Og sko nú er síld svona stór, háhyrningur sko tennunar eru jafnstórar síldinni sko og ekki er þeir með hendur. Þannig að ég bara mér finnst það alveg magnað og þá var súlan að sækja sko hausana og þetta passaði vegna þess að þorskurinn var að... Matvannir anskotanir. Já, þeir eru það, en ótrúlegt og þorskurinn var að, sem ég var að veiða að gubba upp úr sér sko síldarhausum. Þannig að þetta passaði sko og þetta þótti mér alveg ótrúlega magnað. Herðu, nú er þetta merkileg svona einkaleg upplifun og reynsla og gott fyrir þig að geta farið á sjó. Já. En strandveiðar eru atvinnulíf. Já. Og þú stundum heyrir maður gagnrýnina á ykkur að þetta sé verið að búa að púkka undir ykkur kennara, held ég sé stundum þykir dæmi sem eru bara að vinna og þetta er bara að auka búgrinn. Hættan er svo það sem að stórútgerðin segir að kvóti verið tekin af okkur og færðu til ykkar sem er bara hobbyismi. Já, já. Tómstundagaman. Já, já. Þetta verið indanis upplifun hjá ykkur en ekki svona raunverulegt atvinnulíf. Nei, hverju svarar þessu? Við lifum ekki á rómantíkinni, segja SFS alltaf. Ég svara þessu alltaf bara með því að segja sko við höfum alltaf ekkert val. Ég meina við fáum ekki að veiða nema 4 mánuði ársins, þannig að það er engin grundvöllur fyrir því að hafa þetta heilsás atvinnu. Ég meina ég þarf að redda mér með smíðavinnu á veturna. Og það er líka einhvern veginn bundið það því að þið eru á litlum bátum sem eru ekki, þetta er ekki vertíðarbátar. Þetta er náttúrulega, maður er ekki að fara út maður er ekki að fara út í desember, janúar. Þannig einhver leiti er þetta út af veðurfari sem þetta markast á þessu tíma, þetta væri... Já, en það er alveg hægt að fara í mars, apríl og það er alveg hægt að fara í september, október og jafnvel inn í nóvember, sko. Þannig að þetta, þau segja þetta, en það er náttúrulega ansi lúalegt að sníða okkur svona þröngan stakk og segja síðan, þarna sjáu þið, það er ekki það er enginn sem getur lifað á þessu sem aðal atvinnu. Það er, það er ekki okkur að kenna, sko. Það er ekki við sem erum að reka okkur sjálfa í land, sko. En er hægt að lifa af þessa 4 mánuði? Hvað má aflið vera mikill? Sko undanfarið 3 ár höfum við náttúrulega verið stöðvuð í júlí og þá höfum við ekki fengið nema 2,5 mánuði. En það er skammtur á dag, þú nefndir það áðan. Hvað er hann mikið? Hann er 774 kíló á dag og við megum fara út í 14 klukkutíma í senn. Við megum reyndar ekki vera fram yfir miðnætti, þannig að þetta þarf að alltaf vera komin í land fyrir miðnætti, alveg saman hvernig við förum. Og þetta eru 4 dagar í viku, sem sagt mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudagur. Þetta eru 12 dagar í mánuði, þannig að til dæmis í maí og júní og ágúst að þá höfum við ekki nema 3 daga til að aukalega sko, sem að við megum missa. Annars fer að tínast af okkur þessi 12 dagar sko. Það er nú minni líkur á brælu og öðru á þeim tíma, eða ekki? Þannig það ætti að duga eða eitthvað? Já, það er allur gangur á því. Það er mjög sjaldan sem hann er 12 dögum til dæmis í maí. Og það eru nú þegar farnir 2 dagar hjá okkur á vestur- og suðvesturlandi. Þannig að við megum bara missa 1 dag í viðbót og svo fer þetta að tínast af okkur. Ég held ég hafi náð 8 dögum í maí fyrra, 10 í júní ef ég mann rétt. Þannig að það eru fæstir sem að ná 12 dögum. Já, það er alveg,
það er mjög sjaldgæft að það bara stærstu bátarnir sem gera það. Og ef það er frábært veður á sunnudegi og laugardegi, þá máttu ekki fara? Nei, þá situm maður bara heima og horfir út á sjóinn. Fer svo í einhverja súld og leiðindi hérna? Já, eða jafnvel bara í einhvern kalda skít og tekur sénsinn, sko, það sem er náttúrulega ekki sniðugt, sko, þannig að við höfum verið að tala fyrir það að fá allan á sunnudagana einn, vegna þess að þá fer sá afli bara á markað og í vinslur á mánudegi og ég held að vinslunar myndu vera bara mjög glaðar með það líka, sko, og markaðarnir. Þannig að við höfum verið að tala fyrir því að fá sunnudagana inn og svo höfum við líka verið að tala fyrir því að fá 6 mánaða tímabil, frekar heldur en þetta 4 mánaða tímabil. Og það er sérstaklega mikið hagsmunamál fyrir Norðausturland, svo kallað C-svæði, vegna þess að þar gengur fiskurinn, sko, þar fiskurinn ekkert að ganga inn fyrir í lok júlí og ágúst. Þeir eru nýbúin að fá loforð að fá þessa 4 mánuði. Já, við erum búin að fá loforðum 48 dagar. Og forseti Bandaríkjanna og varaforseti og segja að þú eftir að segja takk. Já, síðan takklæti. Þeir eru að biðja meira? Nei, við erum ekki að biðja meira. Við erum að biðja sko, þetta verða bara þessi 48 dagar áfram. Já. En við erum bara að biðja meira svigrúm. Og það eru 2 ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi er þetta bara mikið öryggismál vegna þess að ef við höfum 5 daga í vikunni eins og það var bara rosa gott veður á sunnudaginn var og svo var bara skýta veður í rauninni sko á mánudag og þriðjudag og svo bræla miðvikudag fimmtudag þannig að maður hefði kannski geymt þarna einn af þessum dögum sko en þannig að það eru öryggismál og svo er þetta náttúrulega líka spurning um afla verðmæti vegna þess að ef að maður er að fara út í betra veðri að þá er maður að tekur maður sénsinn að fara lengra og sækja stærri og betri fisk og eins sko ef að flotinn fyrir austan og norðaustan fær að veiða fiskinn í september frekar en maí að þá er hann að koma með miklu betri afla í land þannig að þetta er bæði hagfræði tengt og náttúrulega bara sjóöryggi. Já. Hvað færðu þau mikið fyrir 774 kíló? Það bara fer eftir markaðsverði sko. Svona sirka. Það getur verið, það fer eftir stærð á fiski, maður fær helmingi meira fyrir 8 plus fisk heldur en undimálið sko, en þetta getur verið allt frá 200.000 upp í 400.000. En það er í sölu sko, svo náttúrulega þarf maður að borga vask af því og svo er það náttúrulega allur viðhaldskostnaðurinn og svo er það skattlagt. Svo er það að borga olíu og svo ertu kannski að borga bátnum. Já, og varahlutir, ef það fer alternatúra þá er það 100 skall. Já. Er það þannig að kannski þeir sem að vill svo til að eiga trillu að þeir geti haft bara ágætt upp úr þessu? Já. Þeir sem eru að koma inn í þetta og eru að kaupa trillu og eitthvað, það getur verið bölvaður barningur, kannski fyrstu 2-3 sumrin. Já, þetta er svolítið þannig sko. Já. Þannig þá þetta verið í góðri aukavinnu þarna á veturnar til þess að geta komist inn? Já. Í rauninni. En ef þú átt trillu, þetta er svona sama að vera í ferðaþjónustunni á bændum, þeir sem áttu húsin og svona, þeir geta haft þetta vel, en það er kannski ekki með við hvað stutt tímabili, túristatímabili, það er eiginlega ekki að ráðleggja neinum að fara út í fjárfestingar. Nei, það er nefnilega, það er svolítið svipað í þessu og svo er það líka hitt að þú farið ekkit bankalán fyrir trillu, sko, þú getur fengið bankalán fyrir hjólhýsi, en ekki fyrir trillu. Það er ekki? Það er bara þannig. Það er bara engi banki til í að lána út á trillu? Já, atvinnutæki. Akkur heldur það sé? Ég bara veit ekki. Að þeir séu að venda stórútgerðina? Ég þori ekki að fara með það sko. Það er bara engin banki sem er til í að lána út á trillu? Það hefur allavega verið þannig undanferðin ár sko. Ég veit ekki hvort það hefur breyst fyrir þetta árið sko. Það var náttúrulega fór mikil hreyfing í gang á sölu á trillum eftir að þetta loforðum 48 dagana kom sko. Þá fór fólk að hugsa sér svona aðeins gott til glóðarinnar og jafnvel. Þannig að kannski breytist þessi sumar en þetta hefur verið svona undanfarin ár sko. Herðu, ef ég má bera undir þig fleiri svona hlera sem ég heyrt frá LIU og félögum. Eitt er það að þið komið þarna á sumrin og það verður líf í bænum og svona en svo farið þið og þannig ekki hægt að byggja atvinnustarfsemi upp á því, eitthvað sem er bara yfir á sumarið en þið skaffið enga fisk á veturnar. Þannig að þetta er þótt að sé svona líf í höfnunum að þá er þetta ekki þannig að það sé að byggja upp svona sjávarútveg í þorpunum út frá ykkar
Nei, það svo sem ýmislegt til í því, í þessari spennutreyju sem við erum, þá engin rekstra grundvöldur fyrir þessu, sko, en við erum svona svolítið að líta til þess núna ef við fáum þessa 48 daga. Við lifum ekkert á þeim einum og sér, sko, en þá kannski komin ákveðin rekstra grundvöllur fyrir því að gera eitthvað annað með bátinn fyrir utan strandveiðitímabilið, sko. Og sérstaklega ef við fáum að dreifa þessu á 6 mánuði og nýta tíman betur, að þá getur maður sko síðan skellt sér á ufsa og svo kannski hægt að veiða eitthvað byggðakvóta og já, fram að þessu var náttúrulega hægt að vera í grásleppu með þessu líka, sko, en nú á að skrúa fyrir það. Það eitthvað að gengið tilbaka, ekki? Það ekki hugmyndin að taka hann aftur úr? Það eitthvað að vera að tala um það og það Inga Sæland var hérna hjá okkur daginn og hún fullir til það að þetta tekið tilbaka. Já, það bara það kemur í ljós. Þarna þá að tala strandveiðikerfi sem svona leið inn í sjávarútveginn sem hefur verið alveg lokað hérna og ég held að það hefur verið stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna sem hafi talað að kvótakerfið væri slæmt einmitt út af því að það væri einhverjum möguleikin á svona nýliðum. Margir svona menn á þínum aldri og sjómenn þeir fóru til Noregs og komu þar byrjuðu þar að róa til þess að koma sér einhvern veginn inn í sjávarútveginn af því það var bara lokað hér. Telur þú að sko strandveiðikerfið eigi að gegna þessu hlutverki? Já, alveg hygglust og við sjáum það líka núna sko að áhuginn fyrir þessu alveg gríðarlegur og maður hefur miklu meira upp úr þessu heldur en að vera að vinna fyrir einhvern annan, sko, af því að ef maður er að vinna fyrir einhvern kvótaeiganda þá hirðir hann sko 70% af arðinum og áhöfnin skiptir með sér restinni. Þarna farið þú bara og sem náttúrulega bara klassískt marxískt arðrán en þarna fer bara allur ágóðinn til þín þannig að áhuginn alveg gríðarlega mikill á strandveiðum. Og að því þú nefnir sko að það var fólk að fara til Noregs, fólk ennþá að fara til Noregs, trillukallar að fara til Noregs vegna þess að Noregur með mjög öflugt strandveiðikerfi og miklu öflugri heldur en okkar. En það sko Þú sérðu það í höfnunum í Noregi, þeir eru fullar af bátum. Já, það eru fullar af bátum. Það er ekki að tala skemmtibáta, sko. Nei. Og tölfræðin segir líka sína sögu vegna þess að það eru 50% fleiri starfandi sjómenn í Noregi per veitt tonn heldur en á Íslandi og þetta náttúrulega segir SFS að sé slæmt vegna þess að þá er arðsemi einstakra fyrirtækja minni en þetta segir ég sé gott vegna þess að þarna er þetta að skapa bara vel launuð störf sem að fólk hefur gaman að vinna og hvað er slæmt við það? Þegar maður hlustar á stjórnarandstöðunni í þingi þá þau einmitt að tala um að íslenskur sjávarútvegur standi sér vel, hann sé arðsamur sem að náttúrulega hugtak sem að er það hversu mikið fé má taka úr fyrirtækinu og færa eigundunum. Þú ert að segja að það sem getur verið arðsamt fyrirtæki, bara svo Samherji, að féð sem tekið þar og fært eigundunum, að í kerfinu sem þú ert að tala það sem eru fleiri sjómenn á minni bátum, að þá eiginlega sá arður hann liggur hjá sjómennunum sem að fara það bara heim með peningi sinn, borga útsvaraði og líklega hærra skattspor hjá smábátasjómennum heldur en stórútgerðinni. Já, ekki er ég með hér til þess að reikna það? Já, hér manns til að finna eitthvað skattaskjól fyrir mig, sko. Nei. Já, þegar það er verið að tala um arðsemi í þessu, þá er verið að nota náttúrulega mjög þrönga skilgreiningu sem er bara afkoma fyrirtækis. Og Þórólfur Matthíasson, hagfræðiprófessor, hefur nú bent á það að undir ákveðnum kringumstæðum að þá geti nú sko þessi tegund af arðsemi í rauninni verið þjóðhagslega óhagkvæmur. Og ég held að íslensku sjávarútvegur sé ansi gott dæmi um það. En svo það náttúrulega hitt líka sko að við getum náttúrulega ekki bara notað arðsemi, sko, við getum ekki bara notað það sem mælistöku hversu mikill hluti peningana rata í vasa útgerðarinnar, sko. Það getur bara ekki verið eini mælikvarðin á hagkvæmni. Þetta byggir náttúrulega á þeirri trú að sko fyrirtækja rekstur með þetta hugafar. Það sem reynt að reka fyrirtæki þannig að það skili sem allra mestum arði til eiganda sinna, að það sé besta rekstraform alla hluta. Ég meina það
viðskiptaráð og félagar vilja yfirfæra þetta fyrirbrigði yfir á heilbrigðiskerfið og menntakerfið og bara vegna þess að þetta sé eiginlega besta leið í mannfélaginu til þess að reka eitthvað. Og því jafnframt trúað að hagsmuni fyrirtækjana og fyrirtækja eigandana og samfélagsins alls fari ætíð saman. Já. Já, þetta er bara þjóðtrú Íslands. Þetta er þjóðtrú Íslands og það náttúrulega Þórólfur að benda á það að það er ekki alltaf svoleiðis sko. En með hagkvæmnina þetta er náttúrulega sko, LÍÚ er svolítið búið að sleppa tökunum á umhverfismálunum sko, að þetta séu vistvanar sko, við erum búin að vinna það argument, bara algjörlega og enda ekkit annað hægt. Það sést nú bara á pökkunum frá þeir eru með myndir af bátum eins og þú ert á. Þeir eru að selja fisk í útlöndum, ekki á togurunum. Sko. Já, og að því ég er nú með annan fótinn í Bretlandi og skoða alltaf fiskborðið þar að í öllum stórmörkuðum, í Marks & Spencer, Waitrose, Sainsbury's, öllum þessum stórmörkuðum, að það var allur fiskur merktur með út frá veiðafærum. Og það stendur annarkvort hook and line kód eða troll kód. Og krókafiskurinn er alltaf í lúxuslínunni sko, þá þú sér aldrei trollfisk í lúxuslínunni og þetta hefur verið tekið út, ég meina það var rannsókn tvær greinar sem komu frá Nofima sem er rannsóknarstofnun í Noregi sem er að skoða matvælaframleiðslu og það kom bara í ljós hjá þeim að breski neytendur eru tilbúin til að borga 20% meira fyrir krókavitaðan fisk. Fyrir fiski sem þú veiðir frekar heldur en Samherji. Já. Það er þá kem ég aftur með LÍÚ og þeir segja að fiskurinn sem að þið komið að landi sé lakari. Það er bæði talað að þið sé ekki með nógu góð aðstöðum borð til þess að halda honum ferskum. En líka talað að það vera að landa í höfnum sem að kannski ekki hafa svona infrastruktúrin til þess að taka á móti þessu vegna þess að þeir eru bara að taka á móti annars slagið hjá ykkur yfir sumarið. Þú hefur heyrt þessi rök, þetta sé lakari fiskur. Já. Þá vitnaðu yfirleitt í rannsókn sem var gerð 2010 eða 11 held ég, sem 1 til 2 árum eftir að strandveiðikerfinu var komið á. Og við borgum alltaf 50.000 króna gjald á hverju einasta, bara þegar við sækjum um strandveiðileyfið, sem að var hugsað upprunalega til þess að hafnir landsins gætu undirbúið sig undir þetta. Og það er bara búið að gerast. Þannig að þessi skýrsla sem að þau vitna alltaf í, að hún er bara, auðvitað voru byrjunar örðuleikar og það er bara búið að kippa þeim í liðin. Það vantar hvergi ís, það vantar hvergi aðstöð til þess að taka á móti aflánuðinum og geyman? Ekki svo ég veit ég veit hvernig þetta er á stöðum eins og í Grímsey eða öðrum stöðum sko, en ég veit hvernig þetta er í Grundarfirði þar sem ég ger út og sko þar er bara vel smurð vél sem að tekur við fiskinum, ég kem bara með fiskinn í land og það er einhver náungi sem að á gaffalliftara sem að kemur og tekur fiskinn minn og hann fer bara beint á markað og það er alltaf ís og svo það flutningsfyrirtæki sem að sér að flytja fiskinn og svo framvegis og þetta er bara vel smurði vél og bara sýnir það og engin af þessum, sko ekki Lundúnaþjónustan eða höfnin eða flutningsfyrirtækin eða fiskmarkaðnir myndi vera standi í þessu ef þetta væri einhver efnahagsleg sóun eða það væri ekkert upp úr þess að hafa. Fiskurinn fer á markað, þannig að ef hann er ekki nógu vel frágenginn frá þér, þá finnur þú fyrir því verði eða hvað? Nei, það er bara markaðsverð og það er bara keypt sko. Það er bara keypt í svo stóru hluta, kannski einhver trassi meðal ykkar, að hans fiskur geti falist svona inn á milli. Já. Þannig að þið eru ekki með svona bara strax viðbrögð ef að þú ísar ekki nógu vel. Þá færðu það bara beint í hausinn, það er ekki þannig? Ekki svo ég viti, en ég er náttúrulega ís alltaf vel, þannig að það var aldrei neitt kvartað yfir blóðgun eða ísun eða neitt hjá mér, sko. Þannig og sko, það var náttúrulega mikil vitundavakning í sambandi við þetta og landssamband smábátaeigenda á sínum tíma sendi öllum trilluköllum á landinu, sko, hitamæla til þess að mæla og voru með kennsluefni í sambandi við kælingu sko, þannig að þetta er bara í toppmálum sko. En með þessi rök SFS, að ég meina þetta er oft sko það sem að sálfræðingar kalla frávarp, að þú varpar eiginlöstum yfir á aðra og þau gera það mjög mikið varðandi okkur sko, að þau vita gæðin okkar
og Arnar Atlason hefur til dæmis sagt það oft sem hérna formaður fiskverkvenda og útflytjenda, þetta er premium. Besti fiskurinn. Hann hefur komið hingað hérna stundum og sagt þetta. Já. Og mér finnst gott að fá hann alltaf til þess að segja þetta. Sömuleyti maður að fá hann alltaf til þess að segja sömu söguna. Já. Það bara vegna þess að sko stórútgerðin hefur svo mikið afl í að segja sína sögu að það verður endurtaka andmælin. Já, ég væri til í að vita hver verðmiðin á þessari auglýsingaherferð þeirra sko. Ég held að hann sé ansi margfalt meira heldur en svona ársinkoma Strandveiðifélags Íslands. Þetta líklega með stærri auglýsingaherferðum sem hefur verið, kannski stærri heldur en COVID auglýsingarna sem voru að hvetja okkur til þess að nota grímur og fara bólusetningu. Já, en ég hef voðalega lítið tjáð mig þessar auglýsingar vegna þess að það er svolítið svona dæmi sig sjálfar og var það ekki Napoleon Bonaparte sem sagði að sko aldrei trufla óvininn þennan að gera mistök. Nei. En það er svolítið þannig að þeir keyra þetta áfram og maður finnur það alveg að þetta er ekki að falla í jarðveg. Þess að fólk þekkir kvótakerfið, fólk þekkir hvaða skaða kvótakerfið hefur valdið byggðum landsins, þannig auglýsingarnar að sjávarþorpin séu svona öflug út af kvótakerfinu. Ég hætti bara að stangast á við reynslu eiginlega allra Íslendingar. Já, og nema þeir sem eru nógu hefnir til þess að búa í sjávarþorpið það sem hafa tekinn kvóti frá okkur öðrum. Jú, en sagan er orðið svo löng að fólk þekki þetta. Við getum bara vísað á fólk upp á Skaga sem var rosa ánægt með kvótakerfið. Það kom meðal annars frá Suðurnesjunum og víðar komu kvóti þangað. Svo allt í einu daginn þá bara púff. Þannig að þú getur verið heppin stund, en svo er það bara ákvörðun kvótaeigandans að það sé hagkvæmara að fara með eitthvað allt annað. Já, og það getur gerst bara núleitni, sko. Það vitið allir, sko. Já, en svo hinar auglýsingarnar, þannig exit-auglýsingarnar svolítið fyndnar líka, sko, vegna þess að þarna þeir rauninni bara að segja það að norskir auðjöfrar sé að líta öfundur augum til Íslands. Sem er alveg rétt hjá þeim. Þetta er alveg hárrétt hjá þeim. Þeir vildu bara, norski kvótakóngar vilja íslenska kerfið, sko. Já, það var reynt að koma því í gegn, hefur verið gerðar svona allur af því, en hefur ekki alveg gengið eftir. En það er ákveð þrýstingur í Noregi að taka upp svona líkara íslenska kerfinu. Já. Og þá breytist það, því að þú ert að tala þarna að séu fleiri sjómenn. Ég man að ég var að tala mikið kvótakerfið með Ögmundi Jónassyni fyrir nokkrum árum. Og þá var hann alltaf að tala að kvótin ætti að koma í maga þjóðarinnar, held ég hann að orða það. Og þá var svona hugmyndi svo að þú ert með, segjum bara eins og Akranes, þar sem að bátarnir koma og þú veist, menninni fara frá borði og það er eitthvað sem að landar og það kemur eitthvað frá netavestaðinu og eitthvað frá smiðjunni og svo kemur eitthvað kostur og svo fer fólk heim og þetta hríslast bara byggðarlagið og heldur byggðarlaginu öllu uppi. Að þetta sé, þannig ættu við að láta arðinn af auðlindum okkar lyfta upp byggðunum. En þetta á móti kemur þá krafan aukna arðsemi. En ef maður ferðast í Noregi upp til ströndunum þar, að þá eru byggðarlögin þar og ég man að ég hugsaði oft þegar ég kom í eitthvað svona bæi, svona væri Akranes ef það ekki væri fyrir kvótakerfið. Svona væri Þingeyri líklega ef ekki væri fyrir kvótakerfið. Já, og bara allar þessar sjávarbyggðir sem eru steinsnar frá gjöfulustu fiskimiðum heims. Þegar maður kemur til þessar Lófótinn, þá hugsa maður að þetta er sjálfsmynd Íslendinga. Svona halda Íslendingar að landsbyggðin sé. En hún er það ekki lengur vegna þess að hún er meira og minna orðin lénsvædd. Já. Og hluti af þessu er náttúrulega bara stefnumótun stjórnvalda vegna þess að í Noregi að þá er bara gerð krafa, það er bara lögð krafa á útgerðina, bara almennt, að þeir eigi að halda uppi byggð í landinu. Og það er nú til klippa af Heiðrúnu Lind að segja það að henni finnist þetta nú bara ósanngjarnt. Þetta er í lögunum á Íslandi? Þetta er eitt af þremur stóðum í fyrstu grein laga fiskveiðistjórnun á Íslandi. Þetta er alveg rétt, en þetta er bara krafa og í Noregi og þar eru norsarar bara á því að ef að stórútgerðin treystir sig ekki til þess að taka það að sér, að þá verður bara einhver annar að gera það og þess vegna eru þeir með svona þetta sterka strandveiðikerfi. Og svo er náttúrulega þessi eilífðar lygi að norskur sjávarútvegur sé ríkisstyrktur. Það er bara, hann hefur ekki verið ríkisstyrktur í 50 ár. Nei, ég fjallaði á síðan tíma sem blaðamaður. Það er oft þannig að hagsmunaaðilar trúa því að þeir bara endurtaka þetta aftur og þá verður það einhvern veginn satt. Já.
En eitt atriði í sambandi við hagkvæmnina, ef ég má koma inn á það, vegna þess að það oft vitnað í grein sem að Daði Már skrifaði 2022 ef ég manni rétt. Og það sem er svona leitt líkum að því að niðurstaða þeirra rannsókna var að strandveiðar séu óhagkvæmar. Og ég vil taka það fram að við Daði Már erum ágætismátar, það er mjög hlýtt á milli okkar og hann réði mig sem ritstjóra tímarits viðskipta efnahagsmál á sínum tíma og var minn yfirmaður í 5 ár. Og þótt að við séum ósammála hagfræði og pólitík þá virði hann mjög vel fyrir bara sem hagfræðing. En mín gagnrýni á þessa grein er svo að þarna var náttúrulega verið að bera saman strandveiðikerfið og kvótakerfið. Og í svona út frá svona frjálshyggju hagfræði pælingum. Og það er náttúrulega dauðasynd númer 1 í frjálshyggju hagfræði er náttúrulega ríkisafskipti, óþarfa ríkisafskipti. Og ef að það er þannig að eins og þeir segja að óþarfa ríkisafskipti hafi áhrif á arðsemi í einkageiranum, að þá hlýtur náttúrulega að vera ef þú ert að bera saman 2 kerfi, að þá hlýtur að gera einhverja greiningu á því hvaða áhrif þessi ríkisafskipti hafa. En nú er það náttúrulega þannig hjá okkur í strandveiðunum, eins og ég var að tala áðan, að við verðum alltaf að vera kominir inn fyrir miðnætti. Við fáum bara 4 mánuði á ári og fáum ekki að velja þá sjálfur. Við fáum bara 4 daga í viku og fáum ekki að velja þá sjálfur. Við megum bara koma með ákveðið magn í land. Sumir segja að Fiskistofa hafi mestan áhuga á ykkur. Að drónandi séu eftir ykkur en ekki stóru. Og fylgjast með okkur, bara miklu meira Og þurfum alltaf að vera komin fyrir miðnætti og allt þetta Þetta er eitthvað sem að stórútgerðin þarf ekki að búa við. Þannig ef þú ætlar að bera þessi 2 kerfi saman, að þá þarftu náttúrulega að gera almennilega grein fyrir því hvaða áhrif þetta hefur á afkomu. Og ég held að stórútgerðin gæti ekkert skilað jákvæðri afkomu eins og við gerum undir þessum hömlum og þessar spennutreyju sem við erum. Og svo er annað í sambandi við þetta og Daði Már viðurkenndi það í ræðustólum daginn að við komum honum svona skemmtilega óvart að sjá það að strandveiðar eru þó að skila hagnaði og jákvæðri afkomu. Og þá eru það rekstra einingarnar, hann er ekki að tala um svona þjóðhagslega hagkvæmni eða... Nei, hann er bara að tala um hana EBITDA, bara afkoma bara eftir gjöld og skattar. Og þegar ég fór aðeins að skoða þetta og þarna skjóta náttúrulega LIÚSI svolítið í fótinn enn og aftur vegna þess að þeir eru alltaf að tala um að við séum svo óhagkvæm og óarðbar. En við erum bara með nákvæmlega sömu afkomu eins og ferðaþjónustan. Og það er enginn að tala um það að ferðaþjónustan sé einhver efnahagsleg sóun. Það er enginn sem heldur því fram í þessum kreðsum, Vandamálið þarna er náttúrulega það að arðsemi og afkoma á stórútgerðarnar er bara allt of mikil. Hún er bara allt of mikil. Það er reyndar í ferðaþjónustu svona ákveðin, ég veit ekki hvort að sé meðal fyrirtækjana þannig eða bankana sem náttúrulega hafa mikið að segja hver fær lán, eins og kom fram að það var ekki að fá lán fyrir drillu, að búa til stærri og færri fyrirtæki í ferðaþjónustu. Að taka svona landsvæðin að séu fyrst og fremst einhverjir stórir aðilar sem drottna yfir þeim. Við sjáum það bara víða landa sem verið að byggja svona stór hótel að við erum að fara frekar í þá leiðina, stór útgerð í ferðaðiðnaði heldur en sem er kannski einkenni á ferðaþjónustu til dæmis í Noregi og Skotlandi þar sem þetta er meina svona, hvað ég var að segja, svona moms and pubs business. Einmitt. Þetta með ríkisafskipti. Þá verðum við náttúrulega að segja það varðandi stórútgerðina að hennar auður var til með ríkisafskiptum þegar kvótinn er settur á og þegar ákveði það að hann sé bæði framseljanlegur og sé hægt að búa til veð, þú getur veðsettan, kvótann sem að þú férst útlutað, að þá bara varð allt í einu til fleiri 100 milljarðar í höndunum á stórútgerðinni. Þannig að það var fyrsta skipti til bara alvöru auður á Íslandi á 10. áratugnum. Sem að ríkisvaldið hefur síðan varið
Þannig að þetta ekki auður sem að var til vegna þess að þetta séu svo snjallir útgerðarmenn. Heldur var þetta aðstæð sem var til og svo náttúrulega fenguðu stuðning bankakerfisins ef þú lendir í vandræði með þína útgerð að þá beindi bankin því að þú myndir selja Samherja sem að væri þá betra að hann væri betra fyrir bankan að Samherji skuldi mér þetta heldur en þú sem ert þarna með einn bát og ert í einhverju svona vandræðum að það var færður kvóti til stórútgerðarinnar bara kerfisbundið inn í frá bönkunum eitthvað fleira sem að byggðist á þessari veðhæfni og fleira sem að ríki gaf þeim Já. Þetta ekki að því voru svo duglegir að skrapa millidekkið á Guðsteini strákarnir eins og góðsagan Samherja Herðu, en þú nefndir áðan að það væri ólíkt verð í Bretlandi eða Englandi þess að þú býrð ekki í London Jú að það væri talað að það væri krókafiskur og það náttúrulega mjög skiljanlegt og eins og ég nefndi að þetta yfirleitt notað bátar eins og þú ert á eru notaðar í auglýsingum til þess að þeir verið að selja íslenska fisk, það ekki verið að birta myndir af togarunum. Nú kannski ekki svo langt síðan að þessi klofningur varð að króka fiskur var verðmeiri eða það að var fara að tala niður eins og heitir togarafisk. Má ekki ætla að þessi þróun geti bara haldið áfram að það verði alltaf meiri og meiri munur. Þannig ef við verum að horfa til lengri tíma þá ættum við sem Íslendingar hvernig ætlum að nýta auðlindin okkar frekar raunverulega að reyna að byggja upp veiðar sem að tryggja okkur verðmætustu afurðina, umhverfisvænstu og þá sem að stenst til lengri tíma því að maður þarf ekki að vera mjög djarfur til þess að segja það að kannski mun bara samfélag manna hafna tógveiðum svona næstu 50 árum. Já, að því að ég þekki englendinga svolítið vel að þá, og ég verið að spyrja þá svolítið mikið út í þetta það er alveg ástæða fyrir því að allur fiskur merktur á þennan hátt og stór hluti af því meðal annars það var heimildamynd sem að heitir Seaspiracy og kom út fyrir nokkrum árum síðan og hún hafði alveg gríðarlega mikil áhrif og þetta er heimildamynd bara rányrkju hafsins og hvernig við erum að fara með lífríkið í hafinu og það er bara margir sem ég tala við í Bretlandi sem að segja ég er bara algjörlega hættur að kaupa fisk og borða fisk út af þessari mynd og þá segi ég bara ég er nú trillukall og þetta er voða vistvænt sem við erum að gera og þá sagði hann það er alveg sama vegna þess að ég get ekki treyst í að sá fiskur sem er merktur svona að hann sé það raunverulega. Þannig að þetta hafði alveg gríðarlega áhrif og sala í þorski er að detta niður í Bretlandi Hún er að dragast saman, en við erum náttúrulega, þetta er náttúrulega meiri lúxusvara, fyrir 30-40 árum að þá var þorskur alþýðumatur, nú er það lúxusvara, þannig að það kannski vegur svolítið upp á móti. En nú er ég að fara í bíó í kvöld á nýju mynd David Attenborough sem heitir Ocean. Og ég er nú ekki búin að sjá myndina, þannig að ég get ekki tjáð mig innihald hennar, en það er aðeins búið að vera að ræða hana og mér skilst að hann ætli að ráðast ansi harkalega að tógveiðum. Bæði hvernig fara með fiskinn og líka hvernig fara með botnsjávar. Já. Og bara lífríkið yfir höfuð. Og ég hef miklar áhyggjur af þessu vegna þess að David Attenborough er náttúrulega þjóðargersemi númer 1 í Englandi. Hann hefur verið mjög orðvar fram að þessu. En það að allir plasttappar séu fastir á flöskunum og við séum öll að drekka úr með papparörum í dag, það er út af honum. Þannig að hann hefur alveg gríðarlegan slagkraft. Og nú hef ég engar forsendur, eins og ég sagði í byrjun, ég er ekki líffræðingur, þannig að ég bara veit ekkert, ég ætla ekki að blanda mér inn í þá umræðu hvað er réttur og hvað er rangt í því og ég hugsa að sú umræða komi til með að fara af stað á Íslandi. Í sambandi við það en hún kemur til með að eiga sér staði í mjög lokuðum hópi hagsmunaaðila en það verða 10 milljóna manna sem að koma til með að sjá þessa mynd og þetta kemur til með að hafa gríðarleg áhrif á neyslumynstur á okkar mikilvægastu mörkuðum og ég hef bara miklar áhyggjur af þessu.
Þannig að við ættum eiginlega að fara að bara þegar að hugsa að verja okkur fyrir þessu þannig að ímynd Íslands sjávarútvegs væri líkar því sem þú ert að stunda? Já, myndin frumsýnd í kvöld, þannig að við höfum einhverja 6-7 klukkutíma til að bregðast við eða vera á undan kúrfunni. En ég var eiginlega að segja hvort þetta væri lögum ekki fyrir sjáanlegt. Gagnrýni á togveiðar búin að vera í síðastliðið 30-40 ár. Jú, þetta var alveg fyrir sjáanlegt og nú held ég að íslenska togveiðar séu af allt öðrum toga og allt annars eðlis heldur en til dæmis kínverskar togveiðar vegna þess að það er þó allavega eftirlit hér og það eru ákveðin verndarsvæði og annað slíkt þannig en það breyti því ekki að við komum til með að vera sett undir sama hatt og við þurfum að bregðast við þessu og ég bara vona að stjórnvöld beri gæfu til þess að hugsa þetta svolítið hætta að koma fram við okkur smábátasjómenn bara sem einhver olnbogabörn og bara sem bara einhvern afgang og setja okkur svona gera veg okkar og virðingu aðeins hærri innan stjórnveiðikerfisins. Við erum ekki að fara að útrýma, ég veit nú ekkert hvort að sú pressa komi til með að verða það sterk að utan að við verðum bara að banna trollveiðar, ég veit það ekki. En það er náttúrulega fullt af fisk sem er ekki hægt að veiða með smábátum og það er ákveðin ástímar það sem er ekki hægt að veiða smábátum þannig að ég er ekkert að móti ég er ekkert að tala fyrir því að við höfum bara að banna trollveiðar en ég er að tala fyrir því að vegur og virðing og hlutdeild smábátana verði og kyrrstæðra veiðafara verði að verða meiri og betri. Já. Ef við erum með 200.000 tonn af þorski sem við erum að veiða, þá skiptir náttúrulega máli hvort það sé veitum með þeim hætti ef það 20% hærra verð eða ekki. Já, ég hef alltaf haldið það og ég er alltaf að spyrja hinn á þessa fræðinga hvort þeir geti útskýrt það fyrir mér hvernig það geti mögulega verið þjóðhagslega hagkvæmara að fá 20% lægra verð fyrir útflutningsveru heldur en hærra verð. Og ég hef aldrei fengið neitt svar við því. Ekki frekar en að ég fái svar við því að útlistun á því hvernig stendur á því að Ísland skuli vera eina landið í heiminum sem er ekki ríkisstyrt með ríkisstyrtan sjávarútveg. Það er enginn sem getur svarað þeirri spurningu heldur. Og svo er það annað líka tengt vinnslunni að þær eru oft svona stórar og þær eru þar að leiðandi miðast af bara tiltekni stærða fiski við tiltekna vöru sem er bara massaframleiðsla sem er í þessum stóru frystihúsum. Á meðan að smærri fyrirtæki er að kaupa vikur og jafnvel eitthvað sem að stórútgerðin getur ekki nýtt og er að fá hærra afurðaverð út úr hverju kíló. Já, og það er náttúrulega hin mýtan um þetta, hvað heitir þetta á íslensku, economies of scale. Það er náttúrulega hin mýtan og það var mjög áhugavert viðtal sem Gretar Mar var með fyrir einhverjum mánuðum síðan. Og þetta bara vissi ég ekki að því ég er nýgræðingur í þessum business en að það voru bara alls ekkit stóru fyrirtækin sem að hófu þá byltingu að flytja út ferskan fisk. Það voru litlu óháðu kvótalausu fiskvinnslunar sem að gera þetta þegar stórútgerðin var bara voða glöð með það að frysta bara sinn fisk og senda þannig. Selja hann í svona fiskifingur í skóla og fangelsi í Bandaríkjunum. Já. Þannig að öll svona það að Samherji og Brim séu einu fyrirtækin sem að geta stundað einhverja nýsköpun það er náttúrulega bara þvæla. Það er nefnilega gleymist ofta, það er stóri aðilinn, hann hefur hagsmuni af óbreytt ástandi. Já, það eru litlu sem eru ofta að leita að lausnum. Já, og oft eru þessi stóru aðilar líka kannski þeirra nýsköpun snýr fyrst og fremst að því að kannski, ég veit ekki, fækka vinnuafl eða eitthvað svoleiðis að það bara að búa til einhverja vél þar sem maður getur bara hent inn heilum fisk og svo farið bara flögin og allt í hinn endan. Það eigur mest arðsemi fyrirtækja að fækka starfsfólkinu og róbótavæða vinnsluna sem að þó að það felist í því að það verði þá svona takmarkaðri afurð sem hún býr til og ræður bara við þorskaf héðan og hingað og selur bara einhverjum öðru þetta, keyrir þetta í gegn, það getur aukið arðsemiðina stórkostlega, svo eigur náttúrulega mest arðsemiðina ef að þú átt skipið, átt fiskvinnsluna, átt sölufyrirtæki og svo kannski auka fyrirtæki á Kýpur þar sem maður getur tekið út hagnaðinn. Já, ég getur nú þakkað Baldvini Þorsteinsinni fyrir það að leiða okkur í ljósi með hvernig það er þeir hugsa það. Herðu, Kjartan, takk fyrir að koma hingað í
þannig ræðilegt á sett í landi að þú vildi freka vera út að sjóða ekki? Ég hefði alveg verið til í það sko, en fyrst ég var í landi þá var þetta eiginlega svona sára bót að þá koma hingað. Ok, kærar þakkir fyrir að fara með okkur út á sjó. En við ætlum að halda áfram að skilja þetta samfélag sem við lifum í og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.